Heill og sæll kæri hlustandi og takk fyrir að gefa þér tíma til þess að hlusta á hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Spjall dagsins afar skemmtilegt en ég fékk til mín hana Sóleyju Kristjánsdóttur, uppistandara, markþjálfa og stjórnandaþjálfa og við ræddum alls konar, bæði á alvarlegu og á léttunótunum. En áður en við dembum okkur í spjallið þá langar mig að þakka samstarfsaðilum hlaðvarpsins eða heilsuerlu. Ég heyrði þetta skemmtilega orð, heilsuher, í nýja heilsuhlaðvarpinu sem að Lukka, sem hefur einmitt tvisvar komið hérna í spjall, og Jóhanna Viljáns voru að byrja með. Þú finnur hlaðvarpið þeirra á Spotify undir heilsuhlaðvarp Lukku og Jóhannu. Ef þú hefur gagn og gaman að þáttunum mínum, þá myndu án efa fíla þeirra þætti, þar sem að þeir eru stútfullir af visku heilsu. En í mínum heilsuher ég svo ótrúlega heppin að hafa Nettó, heilsuhilluna og Spíruna. Og nú var að bætast við nýr og spennandi samstarfsaðili, en það Virkja. Virkja markþjálfunarskóli og með það mottó að hjálpa fólki að virkja það allra besta í sjálfum sér og öðrum. En þú getur bókað frítt 20 mínútna kynningaspjall á síðu Virkja, bara virkja.is, og þau taka vel á móti þér. En að læra að beita markþjálfunar aðferðinni á sjálfan sig og aðra eflir, styrkir og styður við vöxtinn hjá hverjum og einum sem koma í þetta nám. Ótrúlegt en satt, þá desember gengin í garð og heilsuvörur mánaðarins frá heilsuhillinni eru vörur sem styðja við góða meltingu og heilbrigða þarmaflóru. Ekki veitir af á þessum tíma árs. Vörurnar eru frá BioCult og Digest Gold og mun ég fara betur yfir þær vörur sem að ég hef prófað í næstu þáttum. Í Nettó færð þú allar þessar vörur og meira til og ekki missa af geggjaða jóla-app dagatali Nettó. En það eru mögnuð tilboð á hverjum einasta degi. Framundan til dæmis 50% appsláttur af leikföngum, bökunarvörum, mandarínum og fleiru og 20-40% appsláttur af bókum, nautalund, kalkún og fleiru. Þú færð afsláttinn endurgreiddan sem inneign í appinu. En að lokum þá langar mig að segja ykkur frá því að Spíran verður í fyrsta sinn með jólahlaðborð. Jólahlaðborðin verða laugardagana 7. og 14. desember frá klukkan 19 og þú getur bókað borð á spiran.is. Og svo að sjálfsögðu hægt að fara í jólabrunch allar helgar fram að jólum. Hjá mér í dag kona sem heitir Sóley Kristjánsdóttir og ég heyrði fyrst af henni með hlaðvarpið hennar að finna taktinn. Þar sem að ég var að detta inn á mjög skemmtilegt skeið, kallað breytingarskeið og hlustendur kannski búin að taka eftir því að það oft rauður þráður í mörgum þáttana hérna. En fyrir ykkur sem viljið bæta við þekkingu þetta skeið þá mæli ég heilsugar með þáttunum hennar, þeir eru inn á Spotify og fleira. En svo hún líka mikill húmoristi og ég svo auglýst uppistandum daginn og keypti mér að sjálfsögðu miða á mætti og hló helling. Þannig að verður velkomin Sóley. Kæra þakkir. Já, en hvernig myndir þú lýsa sjálfur þér? Já, minnst alveg, eins og ég var að segja, ég minnst alveg gaman að heyra hvernig þú myndir kynna mig og hvernig þú sér mig. Ég náttúrulega þekki mig alla og allar snertingarnar á mér. Ætli myndi ég kynna mig sem, með hlaðvarpið að finna taktinn, breytingarskeiðið og svo núna nýverið uppistandari og svo ég líka, ég þjálfari, markþjálfi, stjórnandaþjálfi og það líka svona stór hluti af svona minni sjálfsmynd og á daginn þá vinn ég við það sko. Að taka við til eða svona já, að hitta fólk og stjórnendur og að halda vinnustofur og allt sem lítur að því í rauninni svona, allt sem snýr að því bara hvað lætur okkur tikka, hvernig getur okkur liðið sem best inn í starfsumhverfinu. Mér finnst það alveg ótrúlega skemmtilegt sko. Getur kannski aðeins farið þá eftir, mér finnst það mjög spennandi. En svo fæ ég líka svona þráhyggjur
og eins og með breytingaskeiðið Já. og ég fæ svona alls konar flugur þar sem ég fæ bara all in í smá stund og svo er ég bara eitthvað, nú er ég búin tekur næsta þannig að Getur þú nefnt eitthvað annað dæmi en breytingaskeiði sem þú fekk svona? sem ég fekk svona all in áhuga já, ég fór í landvættaprógrammið eins og margt miðaldra fólk gerir og þá er ég bara all in í því og ég all in í bíllausan lífstíl sem endaði reynda með að við keyptum rafmagnsbíl en svo er ég líka rafmagnsjól þannig ég fór svona all in í því líka og ég er svona, ég fæ alveg svona rosalega áhuga ykkur og svo kona mín getur auðvitað nefnt fleiri dæmi ég gleymi svo þegar þetta kom út fyrir áhuga sviðið, þá er ég alveg Og svo ertu móðir Já, móðir og ég á dóttir sem hún verið 30 ára í febrúar Terrible Twos búið eða? Nei, hún er svo geggjur sko. hún er náttúrulega eina badið þannig að hún fær alla aðtiklina og við mæðurnar erum svona, ég ætla að segja þessum eldri foreldrar, ég veit ekki hvort að kona mín býti hausin á mér fyrir að segja hana ég er alveg 43 ára örgla orðin þegar hún fæðist sko. Þannig ég er alveg svo sannlega svona eldri foreldri þá er maður bara aðeins öðru biðum alveg smá eftir henni og þá bara fær hún bara að vera litli innræðisherran sko. Það var svo leitt baby boss Já, akkurat sko. En þú sagði mér áðan að við byrjum að taka upp að þú ólst upp í Svíþjóð við það sæmilegt Já, einmitt og sænskar taugar í þér heldur betur, svona á gamals aldri á svona miðjum aldri sem það er aftur að kvikna svona, maður var til Svíþjóðar læra aftur sænskuna eða svona tappa vel inn í hana Ég fættist í Svíþjóð, foreldrar minni fóru ung út í ævintýraleit bara og og enduðu svo að búa þar til ég á 12 ára. Já, það er langa tími. Já, þannig að en það var ótrúlega gaman alast upp í Svíþjóð og við byggum í stundakverfi allan tíman, þannig við vorum í svona mjög barnvænu umhverfi, mikið af Íslendingum og maður var einhvern veginn bara út að leika sér og bara með grasbletta á hnjánum og hóri í nefinu og bara klifrandi allt og leikandi sér alls staðar og alveg pínu sjokk að koma heim til Íslands. Já. Þetta svona inn í... Manstu eftir því alveg? Já, ég man alveg eftir því. Ég var náttúrulega fyrsta árið, þá vildi ég bara fara aftur heim til Svíþjóðar og ég heyrti mitt margir, ertu að tengja við það? Ég var 13 mitt þegar við flyttum heim, ég var alveg brjáluð til foreldra minna, ég ætla bara að flytja til Ísland, sko. Já, við erum mjög marg að tengja við þetta, svona fyrsta árið bara ætla maður aftur tilbaka, en bróðum minn líka sem 2 árum yngri, við vorum bæði bara, við förum aftur til Svíþjóðar, sko, þetta gengur ekki. Svo einhvern veginn við fórum aftur árið síðar mitt og þá einhvern veginn var svona, ok, þetta er svolítið liðið. Og en meðast alveg íslenskir úlingar, ég fór í Hagaskóla og þau voru bara eitthvað að segja alls konar ljót orð sem að ég bara þekkt ekki og maður átti að gangi í einhverjum merkjafötum og ég kom bara heim og var eitthvað, ég þarf bara að fá eitthvað sem heitir lífæsbuxur, það er bara eitthvað þeng. Var svona mikill munur? Já, maður bara í svo venduð umhverju og maður bara barn og svo eru náttúrulega, Íslendingar við erum pínu snar sko. Er það ekki? Hjarðhegðun. Það eru bara allir þurfa að vera eins, bara svo mikið og maður finnur það bara þegar maður fer erlendis, þá finnur maður svona frelsið bara, má ég bara vera alls konar og er bara til alls konar fólk. Já. Þannig að, já, maður bara eftir ég fór fyrst skeitt í New York, sko. Ég er svo sammála, ég hef nefnt það. Tengjur við það líka? Já, algjörlega. Ég er nefnilega vann sem flugfræði nokkur ár og fyrsta stoppið mitt var til New York. Og ég var bara í alein á Laugardegi í New York að labba og bara í menningasjokki. Einhverjir á torgi að gera tai chi og svo einhver með bleikt hár og hjólaskutum og svo, skilur það var bara allar típur af fólki. Það bara, ég var reyndar að, ég tengi ekki við menningasjokk, ég var meiri bara svona, hvað þetta er frelsandi. Þú veist, því ég er alltaf svona, hef alltaf verið svona pínu, the odd one out, alltaf viðurkenna það. Og bara á þess að einhvern veginn ég er að pínu bara hvar er þessi kassi sem maður getur passað inn, ég getur fengið að vera inn í kassanum þannig að mér hafst alveg þvílíkt frelsa að fara til New York og fólk bara eitthvað like your style og maður alveg nice, bara takk eitthvað en ég alveg tappaði feitt inn, ég var bara með derhúu og líka nýkomin eða svona var svona að lifa lessu lífið var alveg ég hlýraból og með derhúu og svo kom ég heim til Íslands og fólk bara hvað er þetta að gera með derhúu?
og hvað er með glingur og hvað er að gerast, og ég bara repp þetta. Svona hægt og rólega, þá svona byrjar maður að minka sig einhvern veginn, svona þegar margir eru búin að pota þess í mann og svona tekur maður nettir húnna og það er svona bara, veist, fyrir sérstök tilefni í það er ógeðslega fyndið. Einmitt, það þarf svakalega sterka karaktera til þess að vera á móti straum. Já, það er það. Þegar maður er bankaður inn, sko. Og mér oft svona, mér fannst það svona eftir tvítugt þá svona, og mér finnst ég sjá það hjá mörgum að svona, þegar maður byrjar kannski í háskólanámi með eitthvað, þá svona er svona að byrja að breiða út vængina sín aftur og er bara, ég má bara vera. Ég má bara stíga fastar inn í hverju ég er og... Einmitt. Mér finnst reyndar að vera smá breytinga á þessu. Þú veist, nú er ég kennari hérna í menntaskólanum við Hamrahlíð og hér mega allir vera eins og þeir er og það er svo gaman að sjá flóruna af fólki. Ég veit ekki hvort þetta sé eins í öllum framhaldsskólum, ég held ekki. Kannski sérstaklega mikið hér. Já, en maður hefur náttúrulega alltaf verið þekkt svolítið fyrir, þú veist, svona listaspíruskóli og kannski er náttúrulega, nú bara heyri í sjálfur mér, unga kynslóðin þau eru svo víðsýn og þau eru svo opin og þau kenna okkur svo margt og svo náttúrulega var maður kannski líka unga kynslóðin náttúrulega einu sinni og þannig að þá var maður líka víðsýn, opin, kenna fullorðna fólkinu en kannski er það líka bara þetta, bara þegar maður fullorðnast líka, þú veist, það er gaman að stíga inn í fullorðsheimin, gaman að finna þegar maður svona byrjar að finna taktinn þar, einhvern veginn, minnst það að vera svona miðjan aldurinn líka, svo geggja að finna, minnst það eitt aðeins skemmtilegast að við voru orðin núna, þú veist, 46 ára, ég er svo sem ekki eitthvað háöldru þó að ég tali stundum þannig einhvern veginn, en svona mér er svo gaman að finna, þú veist, skrefinu er svo örg og maður svona veit bara svona, mér finnst gott að stíga þessi skref og mér finnst gott að fara fast hérna inn og þú veist, á þess að maður sé eitthvað að minka sig heldur meiri og svona ekki að stækka þægindaringin en maður kannski þekki sjálfan sig. Finnst þið þá bara sjálfstraust aukast með aldri? Já, og það eykst við notkun, minnst það svo skemmtilegt. Sjálfstraust eykst við notkun. Já, smá stund bara, what? Sjálfstraust eykst við notkun. Það var alveg rétt, maður gerir og þá verður maður örgari, akkurat. Já. Ég held að Jóhann Ingi Gunnarsson, sálfræðingur, hafi sagt orðað hann bara svona. Já, minnst það svo skemmtilegt. Satt í mig, sko. Þannig það mega margir taka það til sín kannski að æfa sig. Kemur ekki bara sjálfur sér. Já, ég man eftir, þú veist, ég gerði svona stóra lífstílsbreytingu fyrir 13 ára síðan og þá man ég að eitt var bara hvernig eflir maður sjálfstraustið og það er svolítið svona, maður stendur við það sem maður ætla sér. Og ég man að þeim tíma þá var það kannski bara, ég ætla að vera í sund. Ok, svo bara ger ég það. Þú veist, þannig bara svona litli hlutir og bara, já, ég er alveg típan sem að bara segja alltaf að vera í sund og svo bara fer ég í sund. Já. Þú veist, þannig að maður sé líka svona að taka pínu litla bita. Þú veist, þar til að maður getur alltaf inn í farin að taka stærri bita. Má ég kannski grípa þennan bolt og forveitnast af hverju þú gerir svona lífstílsbreytingu fyrir 13 ára? Já, hvernig orða maður svona? Ég fór sérst í meðferð áfengis og vímuefna. Og mér fannst alveg rosalega gaman, það þannig, mér fannst alveg rosalega gaman að nota áfengi og svona hugbreytandi efni og það hendaði mér og gerði alveg eitthvað fyrir mig til að byrja með og svo bara svona snýrst það í höndunum á mér og það var allt í einu farin að vera svona stærsti parturinn af lífinu mínu. Ég ætlaði með það ekki, sko. Þannig ég svona misti algjör að stjórna á því og fór í meðferð. Þú veist, fór í burnout líka á meðferð og þú veist, það var svona algjör grautur allt eitthvað og svona svo rangaði ég bara við mér eitthvað, ég þarf bara klukka mig inn, sko. Ákvæmst þetta sjálf? Já, maður þarf að gera það. Maður þarf náttúrulega, þú veist, maður einhvern veginn tekur ekki við hjálpinni nema maður sé tilbúin, nema maður svolítið svona tegir sig út sjálfur, sko. Einmitt. Og vel gert hjá þér. Já, það var mikið gæfuspor. Eðlilega ætla ég að segja, ég veit ekki neitt sem vera að ég sé gett, þetta er árið edrú maður. Ég ætla lífið mitt búin að vera leðilegt síðan maður. Það er ekki þannig, það er bara lífið verður í lit og maður getur einhvern veginn látið, ég segi sko eins og það var kona sem sagði þetta við mig og hún svona sáði fræginu hjá mér. Því ég var svona í mínu brasi, ég var í nokkur ári svona brasi og
þá hitti ég konu sem að sagði, hún var búin að edru í 10 ár og ég var eitthvað, ok, frábært eitthvað. Og hún sagði, á þessum 10 árum þá hef ég fengið að láta alla drauma mín að rætast og lífið mitt hefur bara verið ævintýri. Og við vorum akkurat í þannig aðstæðum að ég gat ekki annað en bara trúa henni. Og það svona sáðu fræði hjá mér bara, já, betur maður getur orðið edrú og maður þarf ekki að vera ferkantaður eða passa inn í einhvern ákveðin kassa því það oft svona þvælst líka fyrir mér áður en ég náði loksins. Það var ekki svona fyrsta skipti sem að og upp frá því, þú veist, þá fór ég svona á þessari vegferð sjálf og það sem ég hef svona og tala fyrir í dag einhvern veginn til þess að mér langi ekki til að nota hugbreytandi efni þá þarf ég að vera vakandi fyrir því að ég sé að mér líði vel í einn skinni. Akkurat. Það mér að vel í einn skinni og sem snýst svona þú veist, þessa sjálfstækkingu og ég þarf að fá að vera ég sjálf, þú veist, ég get ekki verið eitthvað annað en ég og ég þarf að hafa gaman. Það þarf að vera gaman að því annars er það leðilegt. Já, ef það er leðilegt þá fyrir maður, allavega þá vil ég komast í eitthvað breytt ástand. Ég er meira þess að hætti í vinnu, þú veist, bara því að já, nú er ég búin að vera hérna í næstu 4 ár, ég er bara búin að tökum á þessu, ég er bara tilbúin í næstu áskorun. Já, þú þarft alltaf að hafa áskoranir. Já, ég finnst það alveg langskemmtilegast, sko. Það er svona, og það er eitthvað sem ég hef líka bara svona embraceað, bara, já, það er ég bara þannig típa. Ég þarf bara að hafa áskorunir og það er bara geggjað. Já, einmitt. Fannst þið markþjálfunin hjálpa þér persónulega líka? Já, hún hefur alveg gert það, sko. Ég fór, þú veist, læriði markþjálfun 2016 þegar ég var, kláraði mannustjórnarnám, eða sérst master í mannustjórnun, fór svo að vinna sem mannustjóri og fór svona samhliða því markþjálfunarnámið og það var að því ég var hjá markþjálfa. Einmitt, það er oft þannig. Já, og þar, þú veist, og hún svona hafði orðað, þér geti kannski þótt gaman að líka, þú veist, læra þessa aðferðafræði. Það var alveg spot on, það líkur alveg rosalega vel fyrir mér, ég fæ alveg rosalegt kikk út úr þessu, mér finnst það alveg æðislega gaman, sko. Og já, svona það er svona nokkrir einstaklingar sem hafa þjálfað mig, sem ég hef farið til, sem hafa bara, þú veist, eitthvað sem þau sögðu, eitthvað sem þau hjálpuðu mér að sjá, það bara snar breytti lífinu mínu, sko. Algjörlega, sko. Og á þessum 13 árum, finnst þér það bara lífið hafa tekið alveg uppeyju eða... Ég veit ekki hvað að segja, ég veit svo sem ekkert, þú veist, nei, það tók svo sem ekkert uppeyju, þú veist, ég náði alveg menntaði mig, þú veist, ég með grunn í sálfræði, kláraði það, fór svo að vinna sem stjórnandi, þannig að ég var svo sem alveg, þú veist, ég var svo sem alveg á réttri leið þannig innan gæsalappa, sko, nema það var þetta bras einhvern veginn, þú veist, að, mér var svo rosalega gaman að vera undir áhrifum, og svo fer það einhvern veginn ekki, passar það ekki lengur og þá eru margir náttúrulega sem að einhvern veginn segja bara, nú er tímabilið lokið og nú er ég bara árið fullorðin, nú er ég fann að taka ábyrgð á alls konar hlutum og ég var alltaf að bíða eftir að það kæmi að því að þessi ábyrgðatilfinning myndi kikka inn og ég væri þá tilbúin að taka ábyrgð á hlutum. En það einhvern veginn gerist ekki. Þannig að svo er ég komin í aðstæðar sem ég hafa bara, heyrðu, núna ætti hún að kikka inn. Þetta er raunverulega aðstæðar sem ég langar mjög mikið til þess að geta verið hérna heilum hug og það gerist 2008 þá var ég í starfi sem ég fann bara svona, þetta er geggjað og ég er ekki að fara í meðferð fyrir 2012 þannig ég á svona brasa þarna á þessum tíma. Sko, það er oft talað að svona neysla sé oft svona flótti frá einhverju, eða það upplifir það? Þetta er það bara að mann líður ekki vel í einn skinni, þú veist. Þannig maður er svona sækjast eftir einhver öðru kikki og hvort sem það er, þú veist, neysla á hverju sem er, neysla á, þú veist, sjónvarpsefni, neysla á, þú veist, að kaupa sér hluti, kaupa sér föt, kaupa sér bíla, vera alltaf einhverjum framkvæmdum, þú veist, maður getur bara að byrja að telja, sko, vera rosa busy, þú veist, geta ekki átt bara stund. Það er flótti frá einhverju. Já, það sem maður getur bara ekki sitið með sjálfur sér og vera bara horfa til loftið og bara, hvað er næs? Maður er bara, ég þarf bara að hafa eitthvað fyrir stafni. Þannig að mín birtingamynd var þá, þú veist, ég fann þarna, þegar
ég notaði þá bara einhvern veginn opnuðu stimlarnir og ég var bara, þetta geggjað og var það alveg fyrst, skilur og ég lærði alls konar, undir áhrifum sem ég kann í dag, sko, þó svo ég mæli ekkit með þessari leið en það var svona þannig þetta alveg sem alls konar bjargráð sem eru svona í aðstæðanum, þá eru þau bjargráð svo kannski erum við komin úr aðstæðanum og erum ennþá einhvern veginn að nota einhverja hægjur og hjálpatæki sem eiga bara ekki við svona eins og ég væri ennþá að hjóla með hjálpadekk og ég væri bara, hefði bara aldrei einhvern veginn verið tilbúin til þess að sleppa tækinu, ég væri alltaf með hjálpatækin með mér og alltaf hefði væri óörugg, þá myndi ég setja þau niður en svo bara raunin einhvers staðar á leiðinu, þá var ég bara nei, ég bara þarf ekki hjálpatæk lengur þannig ég tek þau bara af og ég losa mig við þau og oft náttúrulega eitthvað sem við lærum svona snemma í barnæsku, það bara fylgir okkur rosa lengi lengi að treysta fólki hrædd við breytingar hugmyndum hvort að ég sé íþróttamanneskja eða ekki get ég stað á höndum get ég, tekið þátt í ykkur, get ég talað fyrir fram fólk. Þetta oft bara einhverja hugmyndir sem að urðu til þegar hún lítil, einhver sagði eitthvað við okkur. Ég sagði einhvern tímann, vinkonum mín viðurkenndi fyrir mér að einhvern tímann þá hló ég þegar hún söng Gamla Nóa skrítið. Ég fekk hláturskast og hún sagði mér á fullorðinsárum bara, já, þetta sko ástæðan fyrir ég syng bara ekki í dag. Og ég var bara, sorry, ég var bara óharnaður úlingur, ég vissi ekki betur. Ég var bara óörugg og þessuna hló ég hvað veit ég en það alls konar svona einhvern veginn ég veit það og maður þarf alveg svona á fullorðinsárum svolítið svona einhvern veginn, minnst þetta vera svona líka þetta taka ábyrgð á sjálfum sér bara ok, hvað vil ég taka með mér hvað að virka, hvað þarf ég kannski að tilengja mér upp á nýtt ég verið þarna edrú, þá tók ég alveg tímabil það sem ég fór bara í rosalega mikla sjálfsvinnu á tímabili þá er sko með lista, ég með 4 A4 blöð inn í svefnherberginu við hurðina, þannig að alltaf þegar ég labbaði út úr herberginu þá svona rendi ég yfir listan og þetta voru svona atriði, lýsingarorð og atriði hvernig manneskja mér langaði til þess að vera og ég var bara að skrifa niður 100 atriði bara hvað ég vildi að einkenndi mig og ég notaði bara, horfði á fólki kringum mig og bara, vá, þessi geggju típa og hvað það, já, man alltaf nöfn allra, er alltaf vinalegur eða vinalegi viðmóti, já, ég kann vel við það, og þá bara skrifaði bara, já, mér langar að vera svona típa, þannig ég bara móta mig, alveg svona hardcore, sko. Þetta er ekki. Það var ógeðslega gaman, sko, þetta var svo skemmtilegu tími, því árið tilbaka, það var jálega, þá líka hafði ég tíma til þess, ég tók mér alveg tíma, var fyrstu mánuðina, ekki að vinna, var líka bara alltaf í mínus, átt engan pening, það var bara allir læg svo fór ég bara að vinna 60% á leikskóla í sérkennslu með einhverja litla gaura og svo breytist það eftir nokkra mánuði í 100% svo fór ég í nám þannig einhvern veginn, ég hafði svona tíma til þess að fókusra á bara og það var líka það sem að gerði gæfumunin. Þú varst að setja súrefniskrem á þig. Já, ég heyrði eitthvað sem var búin að vera edrú bara einhver 19 ári eða eitthvað, sagði bara, ég tók bara fyrsta árum mitt, ég vinni sjálfur mér. Þannig ég var eitthvað svona, ok, noted Það fórstu all-in í það líka? Já, ég fór all-in það var svona algjört nörd bara í bara, ok, hvernig hvernig nær maður bata í hverju sem er í raunni og já bara geggja en ég spyr alla sem koma til mín hvað er heilsa fyrir þér? Hvað er heilsa? Ég myndi segja akkurat núna þá hugsa ég heilsa er svolítið að hlusta á sjálfan sig. Það er svona fyrir mig akkurat núna allavega. Það er svona hlusta á sjálfan sig og það getur alveg verið pínu trikki. Því maður er svona í amstri dagsins, hlaupandi út allt, vill koma öllu að einhvern veginn og ég er í vinnu það sem er akkurat núna er svolítið mikið að gera og svo er ég að reyna líka að vera einhverju líkamsrækt og svo á ég er náttúrulega bara fjölskyldu heima á mér og svo er ég stærri fjölskyldu og ég er mikil fjölskyldu manneskja og svo á ég líka vini mína og ég er að reyna að koma svo öllu fyrir og daginn þá ranka ég við mér það sem ég er bara föst í umferð á leiðinu upp í Skeifu í ræktina eða í tíma og svo var ég búin að læna upp þannig að
ég ætlaði svo að bruna heim, ná í litluna og bruna til mamma og pappa og fara þar í mat og svo myndum við fara heim og bara först í umferð þá hugsaði ég bara, hvað er ég að gera? Hvað rugl er þetta? Þannig ég tók bara upp eina, fór bara heim og náði litlu og við komum bara snemma til mamma og pappa og vorum þar bara í rólegheitunum og því var alveg, já, en ég verði að fara í rektina, sko, ég er að styrkja þess að vöðva og eitthvað, svo er bara, þetta er bara mikilvægara. Akkurat núna, þetta er bara mikilvægara. Ég hugsa oft bara, ég tárast pínu, sko, við að tala um þetta, því mér finnst þetta að vera svona, þetta er lífið. Fallegt. Og ég hugsa oft bara, því ég líka á dánabeðinu og ég kíkja tilbaka, er ég að fara að vera alveg, já, ég er svo ánað með hvað ég mætti vilja rektina, sko. Fá hvað ég er ánað með það. Eða mun ég vera alveg, ég setti ekki litlu mína í fyrsta sæti þegar hún, átt að verða. Eða þegar hún var ennþá til í það. Og það var bara hægt. Og ég hafði val. Auðvitað hefur maður stundum ekki val. En ég hef val. Í alls konar, sko. Algjörlega. Þannig ég hugsa, já, það er einhvern veginn fyrir mér, er svolítið heilsa. Þannig þetta er andlegt, líkamlegt. Maður þarf svona að finna út bara, hvað eins og sagtir ofta hvernig hlöðum við batteríin okkar. Akkurat, hvað nærir þig? Já, hvað nærir mig, sko, eins og við setjum síman, ég set síman í sambandi á hver einusta kvöldi, ég passa vel upp á það og þá þarf ég að passa það líka fyrir mig, bara hvað nærir mig. Það er nefnilega margir sem gleyma því, sko. Já. Í amstri dagsins. Já, ég fór sko, að því, ég fór með diplóma í jákvæða sálfræði líka og þar, auðvitað, bara allt svona auðvitað. Þar lærði ég, hluta því námi var mindfulness, núvitund og svo skemmtilegt akkurat það árið var fókus á núvitund með áherslu á samkennd í eingarð. Og ég hugsa svo oft það og ég er svo þakklátt að það var fókusun ekki bara núvitund til draga úr stressi, heldur bara sjálfsmynd í eigin garð. Og það er sko, já, það er alveg bara, mér langar að, já, það er alveg svona, það er svona næsta borð í lífinu, er einhvern veginn að stíga þanga upp, sko. Að fatta bara, ég má bara fara í heitt bað án þess að vinna fyrir því. Ég þarf ekki að vera búin að þrífa íbúðina, skúra ryksuga, ég þarf ekki að vera að koma inn úr rektinni eða hafa hlaupið, ég þarf ekki að vinna fyrir öllu sem er gott fyrir mig. Kannski þarf ég bara að leggja heitt bað, hlusta á eitthvað skemmtilegt eða horfa á eitthvað skemmtilegt og kannski má ég það bara. Þetta er nefnilega svo algengt að fólk kann bara ekki að gera ekki neitt. Þetta finnst þau þurfa stanslist að vera að. Maður þarf alveg, minnst alveg þegar fólk svona á erfitt með að vera í fríi og svona, ég er alveg svona, það ætti að vera eitthvað til að skoða betur. Já, það lærist. Já, vera svona ein með sjálfri sér. Já. Er sko, það er svo næs eiginleiki að geta það. Þetta þarf maður kannski að æfa sig í því. Svo bara að maður er að byrja að huglega eitthvað, þá bara í mannti ég var að byrja að huglega fyrst getið þá svona, setti tæmera á eitthvað bara, 5 mínútur, það lítur að vera ekkert mál, 5 mínútur. Svo bara setti tæmerin á og ég bara eitthvað, ætla hann sig stopp eða glemdi ég að setja hann í gang og kannski að opna augun og þá bara hálf mínúta liðin. Bara, hálf mínúta, já, ég veit það. Og núna er ég kannski stundum þá er ég að setja svona 10 mínútur og krútlegt, ég tek svona tímabil, ég var í svona tímabil að ég var að huglega á mótnana og litla dóttir mín bara, hvað er þetta að gera? Og ég var eitthvað, ég bara sitt og anda. Það var komin fram og eitthvað, er þetta að anda? En bara hvað þú ert ekki fyrirmynd. Já, og ég bara, kannski fyrir hún sittast með þér að anda. Já, hún settist hjá mér og þá er ég að setja 10 mínútur og þegar klukkan ringir þá er ég alveg, dimmitt, ég var bara svona rétt einhvern veginn að komast í sónið. Já, einmitt. En það er bara æfingin bara. Einmitt. Og það er ekki rétt eða rangt. Nei. Mér fyrir ekkert mörgum árum þá hefði ég verið með geggja samviskubit að leggjast að horfa á sjónvarp miðjan dag. En í dag hef ég bara alls ekkert samviskubit því ég heyrði einhver var að tala með þetta daginn bara, hvenær horfið þið bara á sjónvarp miðjan dag? Og ég bara í gær? Það skilurðu, gerist alveg. Vá, hvað þetta er gott dæmi að því var sko, ég man sko eftir mamma mín, hún fór sérst í veikindileg, hún bara fullorðin konu alltaf og eitthvað og ég var eitthvað svona, hvað er þetta að gera daginn? Og hún bara, ég bara
fer á fætur og svo ég bara að gera alls konar og ég bara fer út að ganga og bara og svona gamla skólan, bara gera og ég segi, og hvað ertu eitthvað að horfa á sjónvarpi? Og hún bara, ekki að degi til. Þetta er nefnilega, þetta er svona, já. Já, svo reyndar hún komið núna og bara eitthvað, já, ég var að horfa á sjónvarpi og ég bara, að degi til? Já. Velgerst. Svona er börnin að kenna foreldrunum, ha? En auðvitað, maður hefur aldrei sett spurningamerki við, þú veist, hvað maður gerir. Maður tekur svo mörgu sem bara, þetta er bara, svona er bara lífið. Þetta er takturinn okkar. Svona á þetta að vera. Og svo bara stoppa maður og bara, eða hvað? Já. Nei, sko, mér finnst bara allt og margir vera að brenna út af því þeir eru að vinna allt og mikið og slaka ekki á mig, ná mikið á. Já, sko, þau erum að slaka á, þá erum við að ganga fjöll og við erum að hlaupa marathon og við erum í játtkallinn og þú veist, við erum bara að gera, við erum að halda, þú veist, eitthvað búð og við erum að halda, eins og núna jólin, þú veist, aðvendubúð og það þarf að skreita og það þarf að gera og þetta er bara, fólk er bara með endalaust to-do-lista. Við erum ekki ennþá búin að setja upp, sem er náttúrulega, það er óvinnilegt í okkar heimilisaldi reyndar, við erum ekki búin að setja upp jólaljósin, seríuna út á svalirnar. Það er bara því ég hef ekki haft tíma og þú veist, svo það maður bara að hvíla sig. Veðrið hefur líka verið frekar leðilegt. Sko. En maður er bara, þú veist, að setja þetta í forgang, þetta var bara, það er svolítið mikil vika og ég þarf alveg að nota helginni að hvíla mig. Ég er svolítið á því bara, getum við fara að þoka okkur í áttina að við séum að vinna 4 daga og svo erum við bara í 3 daga bara í okkar. Veist, þannig að föstudagur sé bara hvíldadagur og svo bara laugardagur og sunnudagur, það bara fá að njóta. Ég finnst líka bara alltaf eftir að vera lokað á sunnudag. Eins og í Danmörku held ég sé svolítið að vinna með það. Já. Ég er alveg með blendnar, ég fæ strax alveg. En hvað maður langar að fara, þú veist. Hvað er í framkvæmdu. Það bara undirbýr mig. Maður undirbýr sig. Þú veist, þetta er náttúrulega svolítið ruglað, allt þetta aðgengi að öllu. Því meira sem maður er með, aðgengi að, eins og þú veist, þegar maður er að horfa á Netflix og maður bara eyðir öll kvöldunni að fletta á milli. Þetta. Ég talandi svona þráhyggjur, þá fekk ég sko núna því við erum með litlu og herbyggjanna er bara fyllast á dóti og konunum minn finnst það bara eðlilegt og ég er bara eitthvað, en allt þetta dót, það er svo mikið að dóti, hún leikur sér ekki við allir þessi bánsa, konan gera við 20 bánsa og og konum mín er bara eitthvað, það er bara, þannig er það bara, þannig er bara lífið hjá börnum og ég er eitthvað, ég hef búin að lesa rannsóknir sem segja að því minna dót sem er, því meiri athygli fær hvert dót og þau verða þá líka svona sjálfsbrotnar í meiri skapandi leik og eitthvað. Þannig að við erum búin að tala um þetta í svolítinn tíma og alltaf svona, já, einmitt, já, ég skilði og svona, svo bara daginn, þá tók ég klæra ruslapoka og tók bara allt dótið hennar og sett í poka. Og svo erum við bara búin að taka inn dót eftir sem hún biður Það er mjög snið. Þú veist, þegar hún er bara eitthvað, hei, hvað er dúkkan? Hei, hvað er dúkkan? Og það er alveg, heyrðu, ég veit hvað hún er, gáttu. Svo erum við bara að ná í, hægt og rólega. Og nú er komið svona, þú veist, það sem þetta er búið að standa óhreyft, þannig ég fór með þetta niður í geymslu í gær. Og hún bara saknar einskis, sko. Það er meiri rýmin í herbygginunnar. Þú veist, ég veit ekki, auðvitað er maður alltaf að staðfesta eigin hugmyndir. Mér finnst hún náttúrulega að leika meir við dótið sitt. Veist, og ég er ofta alveg, sjáðu hvað hún er góð að dunda sér, sérðu þetta? Þetta er ekki allt þetta dót, sko. Ég hef mitt heyrt svolítið sniðugt að fólk, sko, taki mitt hluta dótun og geymi í geymslu og skipti svo reglulega út, taki þá það sem er, skili þín í geymslu og komi annan kassa inn og róteri, það sé ekki alltaf sama dótið og það er líka... Jesús, hvað við erum að degra börninu, þau bara, ég veit ekki okkur, en mér finnst eins og við höfum alltaf að skipta innbúk, sko. Ef ekki gera það reglulega. Ó, Jesús, já, það er alveg rétt. Sko. Ég veit ekki. Nei, en svo til dæmis eins og ég 12 ára strák og við vorum með mitt, hann langar hans að fara að breyta herbygginu sínu og hann var með að segja, hann leikur sér ekki lengur með dótið sitt. Þannig að maður getur eiginlega bara að fara að gefa það allt. Já. Það er sorglegt, en svona er þetta bara. Nei, ég meina, það er samt ekkert sorglegt, þú veist. Maður kannski, ég veit það ekki, ég meina, hvað maður gera allt þetta dót? Þetta er bara dót, þetta er bara hlutir. Já. Og ekki það, þau sem þekkja mig örugglega hlæja mjög mikið núna því að ég er sko svona shopaholic, sko. Ég er alveg hræðileg, þannig ég get keypt, sko. Og kannski þess sem ég hef líka svona öfgakendar skoðanir, þú veist, á bara, hvað maður svo gera allt þetta dót, sko. Svo er þetta bara dót og, já.
Já, en ef við bökkum aðeins bara að, þú veist, heilsunniðinni, heldur að það hefði skilgreint heilsu allt öðruvísi fyrir, þú veist, nokkrum árum? Já, auðvitað. Bara sem þegar maður er náttúrulega ungur og ódauðlegur. Ég var bara 20, þú veist, þá bara, ég veit það ekki, ég bara borðaði það sem ég syndist og ég bara gerði það sem ég syndist og meiri segja bara, þú veist, ég bara ferðast heiminn og ég gerði aldrei ráð fyrir að það, þú veist, að ég þyrfti eitthvað að fara varlega eða að eitthvað geti komið fyrir mig eða eitthvað væri óhollt fyrir mig. Þú veist, það bara hvarflaði ekki að mér. Þú veist, ég reykti sígarettur, ég bara spáði ekki eins og í því. Þú veist, ég var bara, já, svo, þú veist. Ég hefði líka svona, þú veist, tengdi kannski, ég veit ekki, en oft þegar þörfin er, þú veist, það þá sem maður fer að skoða hlutina, ég er allavega þannig. En þannig að, þú veist, þegar ég finn bara eins og, þú veist, hjá mér var það sko, þegar bumban byrjaði að stækka, þá var ég, oh my god, hvað er að gerast hérna? Ég var alveg svona náttúrulega grönn alltaf, ég var alltaf bara mjög grönn, spáði, þurfti aldrei að spá í holdafarinu mínu. Þú veist, og kannski ég kem líka úr umhverju það sem að mamma hefur alltaf eldað rosalega holt. Þú veist, ég vissi ekki, það er aldrei unnin matvara inn á mínu, þú veist, ég ólst ekki upp við það. Þannig þú veist, ég vissi, svo sem ekki með neitt samanburð, en þetta var bara allt svona, já, borði ekki allir holt og eldi ekki allar mömmur góðan mat og eitthvað og svo kemst maður að svo leysa það ekki. En þegar ég byrjaði svona að bæta á mig, þú veist, þegar maður, fyrst svona í kringum 22, 23, svona rúmlega 20, þú veist, þá byrjaði ég fyrsta skipti svona að bæta á mig, svona konu, bara, stækka lærin og brjóstinn og maginn eitthvað aðeins og það var pínur svona sjokk. En ég breytti þá bara mataræðinu mínu. En svo gerist það mitt eftir ég verið edrú, þá fer ég svona, ok, nú þarf ég líka bara að hafa hvað fyrir stafni. Þú veist, það bindaðist bara fullt af tími. Þannig að, þú veist, hreyfing var kannski ekkit endilega til þess að halda eitthvað, jú, það var það reynda fyrst. Þá var það til þess að hafa áhrif á vaxtarlagið, en svo fann ég það bara alltaf þegar ég var komin að markinu sem ég vildi, þá misti ég áhugan. Þannig að það verði að endurskilgreina, bara ok, býtu, okkur fer ég í ræktina? Þá bara, já, svo ég geti hreyft mig, þú veist, án verkja. Svo ég geti sofið vel, svo ég geti labbað upp stiga á þess að vera móð, svo ég geti, þú veist, haldið á hlutum, ráðið við það og það, þú veist, haldið á innkaupapókum. Þú veist, núna er það bara, ég geti haldið á dóttur minni, þú veist, ég geti haldið við búum på 3. hæð, ég geti haldið á henni upp á 3. hæð, ég geti lyft henni upp fyrir hausinn á mér, þú veist, já, þannig að það verður allt öðru sig. Og svo man líka bara áður en að ég fatta bara breyta og allt þetta, þá kom alveg svona svolítið langt tímabila sem ég var vakna bara stundum eins og bara trukkur eða keyrt yfir mig, sko. Og ég skildi ekkit í því. Og eina sem ég einhvern veginn gat, þú veist, eina sem ég hugsaði var bara, ég það bara að vera duglegri að hreyfa mig. Að því, svo sem því ég var að hreyfa mig, þá, þú veist, þá er ég að liðka líkamann einhvern veginn. Yeah. Ég hefði aldrei verið bara 20 og eitthvað. Já, það er bara að liðka líkamann minn. Þetta er svona... Já, maður er ekki mikið að spá í því kannski þá. Nei. Þá er maður bara, þú veist, ég kem ekki úr íþróttaumhverfi eða neitt, þannig, sko. Þú veist, ég þurfti að taka í FB, ég þurfti að taka einhverja auka tíma í íþróttum að því að ég bara náði ekki að klára það allt saman, mætti aldrei og já, ég var alveg þar. Ég var ekki lúði, sko. Þannig að því ég fór í landvættaprógrami hérna fyrir, hvenær fór ég, 2020 til 21, þá er ég bara eitthvað, þú veist, ég var bara að hitta svona íþróttafólk í fyrsta skipti, bara svona alvöru. Þú veist, ég var bara eitthvað, vá, þeir eru bara, þú veist, þið hafi bara hlaupið marathon, þeir eru bara í játkallinum, þið farið bara sem áhugamál, bara heyrðu og fara bara helgina upp á eitthvað fjall. Bara, þú veist, er það að sækja eitthvað ángað, er þið í missjónu, nei, eitthvað, langar að bara dægra stytting. Þú veist, maður er alveg, wow, þetta er alveg geggjað. En það var líka svona, það var eina ástæðan fyrir fór, því maður langaði að kynnast svona fólki. Og þú kláraðir? Nei, ekki, já, sko, eina þraut eftir. Ég er ekki meiri keppniskap en svo, sko. Að því er í COVID-inu og það var alls konar svona bras eitthvað í kringum þetta og akkurat þegar gönguskíða hlutin var, þá var svona snarveður og
Já, og hlutinir æxluðust þannig að þetta frestaðist eða þú veist, hjá að minni hálfu og svo bara, þú veist, einhvern veginn lífið og svo ég bara eitthvað, mér er alveg sama. Þú veist, missjónu var að kynnast fólki, missjónu var að bara fara út fyrir kassan. Já, og líka bara svona einhvern veginn vita bara, já, hvernig stundar maður útivist. Já. Þú veist, áður en ég fór á stað þá bara, ég hef aldrei verið í spandex svona heitir þetta spandexbuxur eða, þú veist, hvað heitir þetta? Ekki, já. Bara svona þröngum hlaupabuxum, ég hef aldrei verið í svoleiðis. Þú veist, nú hef ég bara fullt af þessu og minnst þetta bara eðlilegt og ég var bara svona vetrar og þú veist, ég var brotta og ég var bara alls konar stöff sem að, þú veist, sem gera verkum, ég get fara og hrift mig sama hvernig viðrar, sem er rosalega gaman, sko. Var þetta til þess að þú fórst að fara meira þá í útivist? Já, algjörlega. Þú veist, og ég tek svona tímabil, þú veist, það sem ég er kannski duglega að fara út að hlaupa og þá skiptir veðrið ekki máli. Þú veist, og ég fór á gönguskíði, þú veist, þegar það byrjar að snjóa og ég veit hvar ég finn spor og þú veist, hverju svona hluti, eitthvað sem ég vissi bara ekki svona verið bara inn í myndin einhvern veginn. Gaman. Já. En ef við förum aðeins yfir í sko breytingaskeiðið. Já, breytó. Hvernig kviknaði þessi mikli áhugi hjá þér og af hverju? Já, einmitt. Ég vissi ekkert breytingaskeiðið, bara ekki neitt og ég var ekkert að pæla í því og það var ekkert það var engin ástæða fyrir mig svo sem til þess að pæla í því, sko. Það var engin í kringum með eitthvað, ég er svo miklu breytingaskeiðið eða eitthvað. Það var ekkert svoleiðis. Það var bara, ég var að keyra og ég er að hlusta á útvarpið Rás 1 ef mann rétt og það er bara akkurat þá einhver þáttur breytingaskeið og það var svo sem ég komst að setna, það var hérna þátturinn sem Ólöf gerði sem heitir hérna það sem breytingaskeiði kendi mér, svona 3 þáttar hennar sería sem þú tókst svo viðtal við hana. Já, hún alltaf, þú veist, hún opnaði augu mín, sko, þannig ég var alveg wow, og þú veist, og fyrsta sem ég hugsaði því ég heyrði breytingaskeið í útvarpinu var sko what? Þú veist, hver setti þetta á dagskrá? Þetta er mjög asnalegt umræðefni og að því er eitthvað svona ég er svo open-minded og eitthvað á þessum sviðum alls konar að þá vissi ég bara hvað miklu fordóma, þú veist, þannig ég gæti gripið sjálf á mig og það er bara eitt að gera náttúrulega þegar maður átt að segja að maður bara með rosalega fordóma það er bara afla upplýsinga, þú veist, það er bara fáfræði, þannig að ég fór þetta er 2020 haustið, ég fór og hitti fór í svona stelpupartí á vinkonum minni stuttu síðar, þá var ég bara eitthvað, stelpur, breytingaskeið, hvað erum við að tala um? Og það var allar alveg, já, ég veit það ekki, þú veist, og maður fann alveg svona, það vissi engin neitt almennilega, þetta var svolítið tabú, þú veist, enginn vildi einhvern veginn gangast við að vera partur af, enginn var komin á og eins og Ólöf talaði líka í þess að þætti að þú veist, það var bara valla til orð bara, þú veist, fyrir breytingaskeið á breytingaskeiðinu, bara breytingaskeiðið þýðir bara allt þetta tímabil, en svo þýðir þetta kannski mest bara núna skilja þannig, þú veist, það er svona fram að tíðahvörfum, þú veist, að því að það er bara alltaf breytast svo mikið í líkamanum okkar og það getur bara byrjað rosa snemma. Þannig að ég fekk eiginlega, sko, ég fekk mestan áhuga á að við séum ekki að tala um það. Þannig ég fekk alveg svona bara áhver erum við ekki að tala um þetta áhver má ekki tala um þetta helmingur mannkyns fyrir gegnum þetta skeið já, og ég verði alveg svona hverju má ekki tala um það þannig ég fekk það á heilan, sko og ég fór eitthvað að reynda alveg líka að lesa mig til fór hérna í breytingaskeiðsgrúpun á Facebook og mér leið sko í alvörunni eins og ég mætti bara eiginlega ekki koma á það Þú veist, ég var hérna 2000 ári 42 ára og mér leið svona bara það er að fara að hafna mér, sko. Ég er bara allt ung, sko. En það er líka það sem að svo margir læknar hafa sagt. Ég þekki svo marga sem hafa leitað til einhvers og þá er yfirleitt svarið, nei, þú ert alltaf ung. Já. Til að geta verið byrjað. Já, þú veist, ég fann engin einkenni heldur, þannig ég var ekkert að tengja þetta um mig, þú veist, eitthvað svona, ég er á vegferð, ég þarf að læra um þetta, meiri bara svona, akkur eru við ekki að tala um þetta er rosalegt, tölum um þetta og svo fattaði ég, þú veist, að ég hef búin að reyna að lesa mig tölum um þetta og þetta er algjör frumskógur og þú veist, það hefur alveg batnað að það er komin svo marga konur sem er að tala um þetta líka og hjálpa okkur að svona vinna úr upplýsingunum og setja þær fram á mannamáli en það var svo margt einhvern veginn sem var mótsagnakent og eitthvað og ég vissi ekkit, þú veist, hvað snýri upp eða niður, þannig ég vissi ekkit í hvor áttinni ég væri að horfa eða leita, hvað er áreiðanlegt, hvað ekki
og svo bara hefur mér alltaf langaði alltaf að gera podcast. Já. Ég vissi bara ekki hvað. Það Bara raunverulega, Já. þú veist, ég var búin að fara á okkar podcast námskeið, ég átti podcast mic, svo var ég bara hvað langar maður að tala. Og svo bara allt í þarna var ég bara, mér langar bara að tala um breytingarskeið. Mér langar bara að tala við konur breytingarskeiðið sem vita meir en ég og mér langar að gera það í svona casual, þú veist, kaffispjalli. Bara svona eins og við setjum bara á kaffihús og erum bara eitthvað, hey, hvað segir, hvernig það konur að breyta og reyfa sig? Og og ég hugsaði, þú veist, auðvitað hugsaði fyrst bara, mér langar bara að tala við þessu konur og hugsaði, hvernig getur samt, þú veist, fengið til að tala um mig og þá auðvitað gerum podcast til þess að fleiri konur geta nú til góðs af og konur eru náttúrulega bara svo geggjaðar, sko. Þannig að alla konur sem ég hafði samband við voru bara, já, ekki máli, sko. Þú veist, og ég alveg að tala við einhverjar, ég myndi segja, í mínum augum það sleggjur, sko. Svona að tala Röggu Nagla, hún alltaf geggjuð. Og hún var bara eitthvað, já, ég kem til Íslands hérna, ég alveg til að eyða, þú veist, tíma af dýrmætum tíma þar sem ég kem til landsins til að koma að hitta þig. Og ég var alveg, wow, ekki. Mér finnst nefnilega svo gaman að því að ég er búin að hlusta á nokkra þætti en svo var ég að renna yfir listaðin í gær og ég held ég hafi talið 9 viðmælendur sem hafa líka verið hjá mér. Mér finnst það geggjað og þetta eru svo flotta konur. Ég meina það eru alla geggjar, þú veist, og bara vilja koma og deila og já, konur eru bara einhvern veginn þannig og konur eru líka, þú veist, auðvitað eru kallar svolítið líka skilja, en núna bara akkurat hér og nú þessu umræðefni, þú veist, maður er eitthvað, ég er ekki að sklúta neitt, en það er meiri svona bara, þú veist, konur eru bara svo góðar í að finna út úr hlutunum. Þú veist, þær sita ekkit endilega auðum höndum, auðvitað er einhverju konur sem gera það, skilur, en þú veist, allavega þessar konur, þær er bara einhvern veginn svona fundi út úr því og voru bara til í bara, já, ég er alveg til í að opna þessu umræði, ég er bara að tala um það lengi, þú veist, og það var samt svo, já, þannig að ég einmitt datt í þetta, bara þáttur á viku, bara koma svo, fekk alveg svona, var einmitt úti í að vera fæðingarólofi og mattaði líka eitthvað að gera, þannig ég var eitthvað, nú er ég bara geggjaðan tíma, þetta er ókvæmlega gaman. Nei, þetta er bara frábærar upplýsingar sem þú veist að koma út. Já, og ég hugsaði líka að ég þarf ekki að vera fræðileg í parturinn, þú veist, það er ekki, þú veist, ég finnst það ekki skemmtilegasta nálgunin, þó svo hún sé mjög mikilvæg, en það er bara hægt að lesa sér til það og fá þær upplýsingar annars staðar. Mér langaði bara að tala um þetta á mannamáli. Bara, þú veist, opna þess að umræða, normalisera bara, þannig við þurfum ekki að vera bara eitthvað pukrast með þetta. Vel gert hjá þér, sko. Já, takk fyrir það. En hvað er breytingaskeið fyrir þér? Já, hvað er breytó? Sko, nú er ég eitthvað svona, já, breytó, sko, eitthvað, breytingaskeiðið er, auðvitað bara, þú veist, það er bara líffræðilegt, það gerist bara í líkamanum okkar að það starfsemi hormóna fara að breytast og við erum að svona aðal leikendur eru prógesterón, estrogen og testosterón. Það er alltaf þau sem að fengi svona mest aðteklina og þau sem að við erum verið að gefa uppbót við. Já, þó svo að sé örugglega fullt fleiri, ég er bara ekki nú vel að mér þar, sko. Nei, en það er ég líka bara að spyrja, hvað er þetta fyrir þér? Hvernig horfið þú á þetta skeið? Já, og það er sko, þú veist, þetta er bara tímubreytinga. Það er að breytast innra með okkur og við tökum ekkert endilega eftir í, þú veist, ég hafði trakkað tíðarhringi minn, ég byrjaði því þegar ég var 36 ára, þá byrjaði að trakka og ég með app og 36 eða 7 og ég með app, þannig að þegar ég fór að líta tilbaka þá fór ég að sjá bara, já, sæll, þú veist, tíðarhingur minn var að styttast alveg rosalega mikið strax bara 37 ára. Þú veist, þá byrjar hann að styttast og fyrir tíðarspennan fyrir að aukast og ég sé það bara svona eftir á. Þú veist, á þeim tíma var ég alveg, já, tíðarhingur minn er bara fyrir eitthvað stuttur, hann er bara 23 dagar. Já, hefur hann alltaf verið svoleiðis? Ég veit það ekki. Þú veist, hvað var ég að spá? Ég bara aldrei spáði því, sko. Þú veist, ég var bara og ég veit að marga konur eru þannig að veru bara eitthvað lalala og svo bara fyrir á klósti og það bara, það er bara komið blóð. Ok. Þú veist, marga konur eru þannig. Og þannig að ég var búin að drakka og þegar ég kikið tilbaka þá sé ég bara, ég er að byrja 37 og það setur kannski einhverja hluti í smá samingi. Þú veist, fyrir tíðarspennan fyrir að aukast. Ég fer að taka oftar svona eitthvað, er ég á réttri hillu í lífinu, þú veist, einu sinni í mánuði, svona, þú veist, svona cirka bát og á einhverju tímpúnti þá er ég bara farin að efast eigin geðheilsu, þú veist, er bara eðlilegt að hugsa þetta svona oft, þú veist, getur það bara, er eitthvað að í hausnum á mér, sko, og
og svo er það náttúrulega líka þetta sem er svo auðvelt samt að skrifa á alls konar annað í lífinu okkar. Þú veist, við erum viðkvæmur fyrir streitu, sjálfsmyndin fyrir svona aðeins að hreykta í henni og orkan fyrir minkandi. Þú veist, einmitt þetta, ég á komið með liðverki, þannig ég á bara leiðin í greiningu, þú veist, ég á bara panta tíma á lækni, bara, ég líti að vera bara með liðakikt eða eitthvað, það er eitthvað að, sko. Og rúmið hlýtur að vera eitthvað, þú veist, rúmið upp í bústað, það er örugglega það, en svo er ég alveg, en samt sef ég stundum vel hérna. Stundum vakna ég eins og trukkur að kyrti yfir mig og stundum sef ég vel, þannig að nei, það er kannski ekki það. En þú veist, mig grunaði ekki eina sekúndu að þetta væri bara breytingaskeiðið. Hvenær áttu þér að því? Það er alveg pínu vandrald að segja frá því, að því ég er bara eitthvað, ég er hérna 22, sumarið 22, þú veist, ég fekk hana þrá ekki, eða byrja að fá áhuga á bara, okkur erum við ekki að tala um breytingaskeiði, en að hausti 2020, og svo er það bara í fæðingarorlofinu. Dóttir mín fæðist í febrúar 22 og í fæðingarorlofinu þá hef ég svona einhvern veginn rými til þess að vera bara, herðu, tölum bara þetta, ég held bara að fá konur í podcasti minn, ég held bara að gera það, það er bara geggjað. Og þá hvarflaði ekki á mér eina sekúndu að ég væri mögulega komin á breytingaskeið. Og 2022 þá er ég bara að verða 44 ára, sko. Og núna þá er ég alveg, já, þannig að hún spræla löngu berjað vinkona. Og ég er að taka ég veit ekki hvort ég tók 20 og eitthvað, þú veist, viðtöl sem er svona cirka bát ár eða svona á cirka bát ári held ég, og svo gerist það ekki, sko, fyrir en það er bara haustið 22, þá er ég alveg að eiga svolítið erfitt, þú veist, bara andlega. Og ég man, ég og konu mín, við fórum hérna til Montreal í fæðingarorlofinu og ég var svo leiðileg, ég var svo erfið í skapinu og mér leiði svo illa og ég var svo pirruð út í allt og alla og stundum bara orða hún ekki eitthvað rétt og þá var ég bara þú veist, og bara tók allt úrslega nærri mér og ég skildi ekki neitt og ég var samt búin að fara til kvensjúkdómalæknis og ég var með estrógel með mér, en ég var líka stressuð með að ég var líka búin að fá svona leiðbeiningar, berðu það á þig á lærunum, ekki nálagt brjóstunum, að því að you know what, brjóstakrabbamein. Þannig ég var eitthvað svona stressuð að bera það á mig, var að setja 1 pump á mig, gerði ekki neitt, bara gerði ekki neitt fyrir mig. Þannig ég bara hætti því og er eitthvað svona að reyna bara að harka þetta að mér og kem svo heim þú veist, þarna október, nóvember og koma heim aftur og ég er bara eitthvað, fólki teimi mitt í vinnunni sem var bara geggja teimi, ég var að vinna með æðislegu fólki, þú veist, allt í hennu var ég bara, Jesus, geta þau verið meiri perandi, sko. Þú veist, ég var bara á fundum að ránkólfa augun í mér, þú veist, þannig að yfirmaðurinn minn var bara, tókum bara af sig og bara, ok, hvað er að gerast? Þegar tíma var ég líka bara, nei, þetta er bara geðveikt léleg hugmynd og hann bara, svo leitt talaði mig, hvað er að gerast? Og ég bara, já, þetta var mjög ópró, bara ég alveg geta tjáð þetta bara af meiri nærgætni, ég veit ekki hvað gerast. Þú veist, og vinkonum mínar sem ég var að hitta, þú veist, svona vinkonukvöld, þú veist, ég var bara, geta þær verið leiðilegri, sko. Þú veist, þetta bara vinkonum mínar? Ég hef bara kynnast nýjum vinkonum, sko. Þú veist, og horfin á heimilið, náttúrulega dóttur okkar hérna lítil og kona mín og við erum bara saman, þú veist, í einhver ár og ég bara, hvernig geta ég veðið svona vitlaust? Þú veist, okkur, og bara meðast allir ógeðslega leiðilegir. Nema ein vinkonu mín og ég heitt hana svona 2 í viku þar sem við fórum út að hlaupa, 1 sinni 2 í viku og ég sagði við hann daginn, ef við hefum hist oftar þá er örugglega að fara í hennan hóp líka, sko. Það er bara þannig, þú veist, og allir einhvern veginn að vilja gerðir til þess að vera bara, er eitthvað að, ertu með, þú veist, fæðingarþunglindi, þú veist, er þetta vinnan, hvað er þetta? Bara hvað, og konu mín líka bara, ég er bara til í, bara getum við fundið lausn á þessu og ég var bara komið til sálfræðings og bara ræða alls konar annað en breytingaskeið. Og lágpunkturinn er, sko, þegar að það er alveg í lok desember þar sem ég fór, sko, í mjög djúpan dal, svona dimman dal, þar sem ég sit, sko, bara bókstaflega á miðvikudagskvöldi klukkan 1 nóttina og ég sit, sko, með, það er í lok desember örugglega, ég sit með síman og ég bara, ég hringi í Píeta samtökin núna, þú veist, ég er bara þar, er ég bara að fara að skrifa mig inn á geðdeild, þú veist, er þetta aðstæðna sem fólk skráir sig inn á geðdeild? Að því ég var ómöguleg, ég var búin að hafa svona rennu upp fyrir mér, kannski var ekki annað fólk ómögulegt, kannski var þetta eitthvað bara um mig. Og
það bara óslega trikki búin að vera í sjálfsvinnu öll þessi ár ekkert að bjargráðan mínu virku og svo gerist það snemma í janúar að ég hitti Hönnu-Lilju sem er læknir hjá Gynametica og hún hafði komið í viðtal til mín og vinkona hennar er vinkona konur minnar þannig að það er eitthvað svona, þú veist, kunningsskapur og eitthvað og ég rekst á hana og við erum eitthvað að djóka, þú veist, já, þetta vill maður skilja við maka sinni einu sinni í mánuði, en þú veist og hún segir eitthvað svona, já, ég kom með plástur eitthvað og ég er alveg, plástur? Og hún bara, já, hormóna og ég bara, en þú ert yngri en ég og hún er eitthvað, já, og ég trúi henni fyrir ég er bara eiga ógeðslega erfitt, sko, lífið mitt er bara ömurlegt akkurat núna og það á ekki að vera það, sko þannig að hún kemur mér bara strax að í viðtal, bara, þú veist, nokkru dögum síðar og þetta er bara eins og ég lígasögur, sko þú veist, ég fer strax á hormón bara, hún segir strax við mig bara þú þarft örgla að fara bara upp í 3-4 pump eða við sem vorst að segja mér og þannig ég ger það bara mjög fljótlega og fæ prógestrón líka og svo bara einhverjum 2-3 vikum síðar þá sitjum við bara litla fjölskyldan dóttir mín nýbyrja að borða þú veist, fastan mat og er að borða með okkur og við erum að borða bara ísi í raspi þú veist, með litlum kartöflum og stektum lauk og eitthvað og allt í hennu bara byrjaði bara tárast af hamingju að því að finna bara hamingju tilfinningu sem ég hef ekki fundið í alveg svolítið tíma sko. Alveg svona raunverulega ég veist, konu mín alltaf bara hvað er það og ég bara svo hamingju og ég bara svo þakklátt þú veist, þannig að og svo, þú veist aðeins seinna þá finn ég líka bara svona en nennan er ekki komin aftur þannig að ég fæ testosterón og er notað það þannig að núna er ég bara á þessari heilegu þrenningu bara snar breytti lífinu mér sko. Þess vegna er ég, þú veist, ég verð fyrir vikið, þá er ég talsmaður þú veist, ég er talsmaður þess að við eigum að nýta, þú veist, læknisfræðina þarna, þó svo að það er náttúrulega ekki allir læknir sem veit allt um þetta en mér fannst einhvern veginn, ég hugsa oft til þess bara, þú veist, hvað ef ég ekki fengið þráhyggju fyrir breytingaskeiðinu þú veist, þá hefði ég bara ekkert vita hvað það var ég hafði ekki haft hugmynd skilja, ég hef getað gengið á milli lækna það hefði engi getað sagt mér neitt ég er ekki einu svona vissum ég væri hann í dag þú veist, og ég kannski hefði bara klukka mín og geðdeild skilju, kannski hefði bara klukka mín og geðdeild, kannski hefði bara skilja við konuna mína kannski hefði bara reynt að búa mér sem einfaldast líf þannig ég væri ekki að pesta aðra, ég veit það ekki þú veist, þetta er alveg, og þetta er aldurinn náttúrulega, konur eru við erum að taka líf okkar svona 55, þú veist, það er í kring þú veist, þar eru við bara eitthvað ég er bara komið fínt að þessu oft búin að býta okkur alla í kringum okkur búin að einangra okkur og bara lífið er bara ekki þess virði að lifa Breytingaskeið er oft sorglega rangrænt, þú veist, sem þunglindi kvíði, burnout veist, og svo bara færðu ekki lausn vandamálaðina og þú ert bara í einhverju þunglindsmeðferð og ég vil koma á einhverju líf sem er bara ekki að gera neitt fyrir þig og það virkar náttúrulega ekki á breytingaskeiðu nei og minnst alveg svona, þú veist ég er ekkert að segja að allar konur þurfa að fara á hormónauppbót, alls ekki en allar konur eiga hins vegar að hafa það sem option og vera bara opnar fyrir því og ef læknirinn segir nei, þú ert of ung eða nei, það er hættulegt eða eitthvað, þá segi ég bara fáðu bara annað álit ekki láta eitthvað stoppa þig ég var sko greind með rósróða þegar ég var svona 34-5 þá fæ ég rósróða og það er eðlilegt, konur fá rósróða þessum aldrei og smurmur ljósa hörund og ég er með þannig og ég fór sko til 5 mismunandi húðlækna og sumstæðan náði ég bara valla að lappa inn hörðina áður en að hafa sagt bara, þetta er rósróði og ég var sko að lesa mig til rósróða og hann er rosalegur hann er rosalega leiðilt að vera með rósróða því að þú getur bara haldið í niðri sem þýðir að þú mátt ekki fara í heitt bað á flerann upp, þú mátt ekki fara í gufu, þú mátt ekki fara í sund, þú mátt ekki fara í kulda, þú mátt ekki borða á hvern mat, það er alls konar og það er einstaklingsbundið hvað er að fara setja hann í gang og hvað ekki og alls konar og ég hugsaði bara, mér langar ekki í líf þar sem ég má ekki fara í gufu, ég elska að fara í gufu mér langar ekki í líf þar sem ég get ekki fara í sund þar sem ég get ekki hlaupið þar sem ég get ekki gert allar þessar hluti þannig ég fór til
það var ekki fyrir en ég hitti 5. læknin sem að ég stoppaði og sagði, ok, þú ert að hlusta á mig. Og það var eina sem hún gerði, hún bara hlustaði á mig. Og hún var alveg, getur mögulega að vera eitthvað annað og ég bara, já, er það ekki? Þetta var bara rósröði. Ég var bara ekki til í það. Nei. Og svo í mörg ár þá er ég að taka alltaf sýklalyf þegar þetta flerar upp og svona og ég reyna að passa mig og alls konar, svo bara búið á Íslandi. Þú veist, ég get ekki verið út í sól, ég get ekki verið út í kulda, þetta er bara algjört rugl. Og ég var með þráhyggju svona aftur, fekk svona bara, það getur bara ekki verið, þetta er eitthvað í líkamannum. Ég er alltaf bara ógeðslega mikið avokado, þú veist, eitthvað aðeins að lesa mig til og svo heyri ég bara í einhverjum fyrirlestri hlaup, eitthvað svo les að hann segir gaurinn eitthvað svona, já, reyndar með fyrir liði er gott að taka omega-3 olíu og reyndar er líka það er líka gott fyrir rósrúða. Þá þarf maður að taka rosa stóran skamt, alveg bara 3-4-falt stærri skamt, sko. Og ég bara greip þetta. Fann bara bestu omega-3 olíuna sem hæstu einhver svona gildi sem að ég man ekki EPA og M eitthvað, já. Og pantaði bara endalaust af því, borðaði þetta, ég bara ekki með rósrúða í dag. Í alvöru? Já. Vonandi hjálpar þetta einhverjum sem er að hlusta. Já, sko, mér finnst þetta, ég er bara pínu, út frá þessu er ég bara, ok, bara maður á ekki gefast upp, við erum sérfræðingur í okkar líkama, við þurfum að lifa með afleiðingunum, allar ákvarðanir sem eru teknar, eða sem ég tek mig, eru, þú veist, ég þarf að lifa með þessum ákvarðanum. Ef ég þarf að lifa með því, þú veist, þá þarf ég að taka þessa ákvarðan. Akkurat. Þú veist, það er ekki einhver læknir sem segir bara, herru, þú er bara screwed, sorry, skiptir ekki máli hvað þú gerir í lífinu. Þetta er svona dæmi og það er fullt af svona dæmi að núti. Sko, ég er líka á hormóna uppbótar vagnanum. Þú veist, ég er svo hlind því núna að því að ég reyndi í alvörni allt annað. Já, borða mataræði eða Ég mataræði mun leiði frekar hreinum bara heilbrigðum lífstíl, ég hreyfi mig mikið og ég borða bara nokkuð, bara hollan og góð mat og ég, þú veist, sef nóg og þú veist, allt og ég er búin í mig félagslega heilsun og andlu og ég reyna að passa þetta. En ég var búin að reyna allt og ég var samt að upplifa svona svakalega depurð og orkuleysi sem er svo ólíkt mér. Já. Og ég var orðin bara að þetta hlýtur að vera breytingarskeið, veist ég bara. Já. Og það er, eins og þú segir, nákvæmlega þessi setning, þú veist, það sem er ólíkt manni, það sem er ólíkur sjálfum sér, það er viðmiðið. Já. Viðmiðið er ekki aldur, hvernig aðrar konur eru, hvernig annað fólk er, viðmiðið er bara maður sjálfur. Já, ertu ólík sjálfur þér. Það var ein vinkona mín, hún var fertug og hún segi við mig bara, hún sagði að þetta orðið bara, ég er ólík sjálfur mér. Ég nenni ekki neinu, ég er svolítið leið og það er rosa ólíkt henni. Ég segi við hann bara, ég er ekki búin að hlusta á podcastið mitt eða? Og hún bara, Sóli, ég er aðeins eldri en hún, 5 árum eldri og hún bara, Sóli, ég er bara að verða fertug, sko. Ég var ekki, já, hlusta á podcastið, þá erum við vita það er ekki það sem að segir til þú veist hvað þú ert. Fyrsti kvensjúkdómlæknir sem hún fer til, sem er kona, býður henni hvað heitir þetta, ég veit bara eitthvað hvað heitir geðlyfið? Já. Prozac, hún býður henni Prozac. Hún lýsir bara öllu og bara, já, ég er svo leið og allt er svo ólík sjálfur mér, ég hef ekki kraftinn og eitthvað, bara, já, ég get búið Prozac og hún bara, já, breytingarskeið, hún bara, allt ung og hún heyrir í mér og bara, hún búið með Prozac bara Fyrsti læknirinn að sagði þetta mitt líka, spurði bara, ertu vissum þetta sé ekki bara þunglindi? Nei, hún sagði það reyndar ekki, hún sagði, ertu vissum hún þurfi ekki að hitta að vera sálfræðing? Og ég bara, nei, ég veit alveg, veist, ég var búin að vera að vinna í mér. Og þá prófaði ég mitt estrogel og ég fann alveg mun, en svo einhverja hluti vegna hætti ég. Já, að því maður er stressaður, það er svo rosalega mikil óttaskilabúð að núti. Ég veit, svo 8 mánuðum seinna, þá gafst ég bara upp og þá var ég búin að reyna allt undir sólinni til fannst mér og bara orðin. Og mér finnst ég núna loksins bara vera búin að fá líf mitt tilbaka. Já, svo marga konur sem segja þetta, sko. Bara á æfingu og taka vel á því, veist, ég bara gata ekki. Taugakerfið mitt var bara, ég vaknaði á morgnana eins og ég væri svona súr í öllum líkamann. Ég get ekki lýst í öðruvísi. Ég bara samt skil nákvæmlega hvað það meina, sko. Já. Þessi vinkonu mín, hún fór til landslæknis, ringi svo í mig, búin að vera á estrogel í einhver tíma og hún bara, ert að gera grín? Og ég bara, hvað er þetta að meina? Hún bara, nei, ég meina, við líðum svo miklu betur og ég bara, ég veit það! Einmitt, En þú veist, það eru þetta,
ég tók sko viðtal við konuna sem að stofnaði og svona fyrirmyndin að Gynametica og hefur svona rutt svolítið mikið brautina varðandi bara kvenheilsu. Hún heitir Louise Newson, þannig ég tók viðtal við samstarfskonu hennar sem heitir Rebecca og hún er læknir og hún segir bara í því viðtali bara, þú veist, hormónauppbót bara, það öruggasta lyfið sem ég hef nokkuð tíman ávísað. Já, af því að voru einhverja misvísandi rannsóknir á tímabili sem að... Já, síðan 2002. Já, það þú veist, það eru svo margir gallar við þá rannsókn og kannski helst það, þú veist, einn galli, þú veist, það eru svo margir, en einn galli meðal annars, þú veist, það var sko læknir að einn af læknunum sem aðtugaða, hann var eiginlega viss að hormónuppbót, estrogel og prógesterón væri krabbameinsvaldandi. Þannig að hann var svolítið svona leit eftir staðfestingu. Og það bara því við erum mannleg. Við reynum að staðfesta eigin hugmyndir. Og það var sem sagt niðurstöður svona einhverja bentu til þess að væri aukning hjá meðal kvenna sem var að taka þetta. En það var ekki Jesús, orðin mín sko. Segðu sænsku bara. Breytó, bara í beinni, breytó. Það var ekki, tölfræðina. Já, nú veit ég hvað það tala. Þú veist alveg hver talum, það veit allir hver talum. Þú veist, það var ekki, marktækur munur. Marktækur munur, takk fyrir, já. Það var ekki, þú veist, marktækur munur, en það var næstu því. Og það var nót til þess að hafa bara, þetta bara komið. Og þessu hendu upp og náttúrulega búið að vinda ofan af þessari rannsókn lengi en það ekki djúsi fréttir að það hafi verið ránt sko. Nei. Miklu meir djúsi, þú veist að konur bara eru áhættu að fá krabbamein ef það nota hormónuppbót en líka á þessum tíma þá náttúrulega líka verið að nota aðra tegund af hormónum. Í dag þetta, þú veist, þetta gel eða plástur, þannig þetta gegn húðina estrogelið og það er engin áhætta á blóðtappa eða þú veist neitt sko. Ég tók mitt viðtal fyrir meir en ári síðan við hana Halldóru skóla hjá Kvennaráð. Já, hún fór mitt aðeins yfir þetta. Já, hún veit hlusta þar líka. Tókst þú líka viðtal hana? Já, hún veit, hún fór að grúska sko. Hún ógeðslega góð í sko að grúska, svo nær hún að setja á mannamál. Og hún ennþá að setja reglulega eitthvað inn á Instagram að setja sko þetta sem er mjög gott, sem nýjastu fræðin. Og inn á síðuna sína og það er alltaf meira og meira að koma nú í ljós og en upphaflega þessi rannsókn 2002 hún er sko upphaflega sett í gang til þess að skoða þú veist að þegar var alveg vitað að hormónuuppbótarmeðferð hefði jákvæð áhrif á hjartaheilsu og heilaheilsu kvenna það var bara að vera aðtuga ef konur myndi byrja seinna myndi það hafa sömu jákvæð áhrif það var svona upphaflega allavega skildist mér það sko En hvaðan kom þetta nafn að finna taktinn? Og hvað ánægð með þessa spurningu? Fæ ég loksins að segja frá þessu? Ég er svo ánægð með þetta nafn, sko. Svo ógeðslega ánægð með þetta nafn. Að ég var alveg, hvað átt að heita, eitthvað bla bla bla, og svo var ég búin að hugsa, hvað mér langar að bransa út? Þú veist, hvað mér langar að gera eitthvað meir, eitthvað þjálfun, eða vinnustofur, eða, þú veist, haldið svo, tengið það við eitthvað. Og sem reyndist svo vera uppistandið, þú veist, það er líka og það kom til mig bara að finna taktinn að því við erum bara í lífinu að finna taktinn og með því að tala breytingaskeiðið þá erum við svolítið bara að finna taktinn í því þú veist það er brilljant, ég var svo ánægð með þetta sko þegar ég fattaði þetta, ég bara oh my god, ég ætla að coina þetta ég ætla bara að eiga þetta sko og eins líka með meðaldra uppstand, það er bara að finna taktinn að vera meðaldra, það er svo gaman að finna taktinn það er svona ákveðin rytmi bara svo finnum maður bara, herri, ég er að fíla þennan takt þetta er bara kekkjaða taktur, ég ætla að vera hérna Og hvernig kom hugmyndin á uppstandinu? Mér hefur líka alveg sem langaði alltaf að gera podcast þá langaði mér alltaf að gera uppstand en ég vissi bara ekki hvað ég ætti að tala ég ger ekki neitt nema að það sé bara eitthvað rosalegu hvati fyrir því sko og þegar hvatin kemur þá er eiginlega ekkert sem stoppa mig sko og ég fattaði það sem ég satt sko á klóstinu í Næði að lesa einhverja grein sem var á Facebook eitthvað Júbend 46 ára og það er þú veist hvernig á 47. árinu okkar eða
47. eða 7. mann eitthvað að það er svona meðaltali óhamingsamasta árið okkar. Og varst þú að sigla inn í það? Ég var að sigla inn í það, sko. Ég var bara, ég er bara að fara að tala um þetta. Þetta er bara geggjað. Þetta er topikið mitt. Og svo að því ég var þá, það var 46 ára og svo segi ég við vinkonum mín, að því þá er ég komið með bara, þetta er það sem ég ætla að tala um og ég segi við vinkonum mín að það sem við vorum að fara á gönguskíði í lok árs 23, já. Og segi við hana langar svo að halda upp í stand, það þarf bara, ég veit ekki hvernig ég á að koma því svona, hvernig ég á svona að pródúsera. Og hún vil svo vel til að hún er pródúser, ég var samt ekki að hugsa það þannig og þetta er náttúrulega æsku vinkonum minn og svona einu af mínum allra bestu, sko. Þannig ég var rauninni bara svona, ég væri bara til í einhver myndi bara setja mig aðstæðunar og það er ég bara að fara að gera það. Og ég er svolítið þannig, ég er svona stekk út í djúpu og svo bara finn ég út úr því og ég er rosa góð þar, sko. Og og hún satt við liðina á mér, tók bara upp símann og spurði mig hvernig viltu gera það og ég var eitthvað kannski ámælinu mínu, ég ámæli 31. ágúst og hún bara ok, og hvar viltu halda það og ég var eitthvað, ég hef alltaf séð fyrir mig Tjarnarbíó. Þannig hún bara, ég er bara búin að senda. Vel gert. Já, og svo bara, þetta er bara bókað. Þá var ég alveg, oh my god, hvað erum við búin að gera? En það var samt svona, ég veit það ekki, eins og, þegar maður finnur svona einhverja köllun, það var bara, það var bara eins og þetta væri bara mjög eðlilegt næsta skref, sko. Áttu uppáhaldssketch? Að mínu megin? Já. Eða bara í lífinu, eða mínu megin? Já, bara, ertu ekki að nota lífið þitt svolítið í? Jó, lífið er svo fyndið, sko. Sko, ég hló allavega mikið upp að döfilni. Já, hún er sko, hún var óvænt, sko. Hún var alveg óvænt. Ég er rosa góð í improvi. Ég er rosa léleg í öllu svona fyrirframákunnu, öllu skipulöðu, allt sem á að vera samkvæmt einhverju. Ég get ekki fyllt uppskrift. Ég get það núna, ég er búin að læra það. En þú veist, það er svolítið svona 1 egg, mjólk, sykur og ég byrja bara strax. Eggið, mjólkin, sykurinn og svo kemur eitthvað blandið öllum þurrefnum fyrst saman og ég er eitthvað, what? Akkur sögðu það ekki fyrr? Akkur byrjuðu ekki á því? En þá ertu greinlega mjög góður uppistandari af því að maður þarf að geta verið svona spontant og improv. Mér var reyndar sagt að það væri fólk uppstandari væri svona að fylgja uppskrift. Já. Væri búin að testa einhver djók áður. Já, en samt er alltaf skemmtilegra ef þau eru svona smá tvist, skilur ekki? Já, ég gerði sko fyrstu sýninguna, hún var, þá var ég með náttúrulega ákveðin þemu og ég er búin að undirbúa mig og svona og svo byrjaði ég á sýningu nr. 2 og þá hugsaði ég að nú er ég komið með þemu og eitthvað og svo bara heyrði ég sjálfa mig endurtaka sömu hlutina og mér fannst það bara ekki gaman. Og þess vegna kom inn til dæmis uppþóttavélin. En ég hef verið á annarri sýningu. Já, þú varst á annarri sýningunni. Og nú það er bráðum. Já, fyrstu kom eiginlega bara vinnur og vandamenn. Það var alveg afmælisveisla mín. Fólk borgar sín á afmælinu mitt. En þú ert að fara að halda fleiri? Já, takk fyrir. Ég er ekki best í að svona, meðvitað prómóta mig, sko. Ég er með næstu sýningu, 7. DS. Ég reyndar, sko, ég ætla að segja þetta svona byrjendamistök að setja svona viðbörð inn í jólamánuðin. Ég held ég geri það bara aldrei aftur. En einhver síður ég held að sé samt alveg hversu næs að koma bara, þú veist, í smá bublu þarna úr allir jólakösinu úti, koma bara í smá bublu sitja bara í rúman klukkutíma og fá hans að hlæja að miðaldra lífinu og hvað við erum bara öll svo brisk og skemmtileg og þú veist, ég held að allir búi inn á heimili, eða mjög, ekki allir, auðvitað er ekki þannig, það er fullt af fólki sem er bara í pari með eitthvað sem er alveg svo þau sjálf en mörg okkar eru náttúrulega í pari við eitthvað sem er svolítið andstæðan því maður svona heillast að, þú veist, ég heillast að hvað kona mín er skipulögð og hvað hún er góði að fylgja fyrirmælum og hvað hún er góði að gera það sem hún lagði upp með. Hún heillast að hjá mér, þú veist, hvað ég er spontant og hvað ég bara gera það sem ég langar og ég er eitthvað, nei, þetta er ekki meðvitað, ég bara kann ekki hitt, þú veist. Og og eins og einmitt með uppþóttavélina, þú veist, þegar ég fatt að ég var bara eitthvað, hún er alveg klár, sko. Ég raða eins og svona Scandinavian designer eins og það er eitthvað svona mím á svona samfélagsmiðlum, ég veit ekki hvort það heiti mím maður bara það miðaldra, ég veit ekki það er eitthvað svona einn setur í vélina eins og Scandinavian designer og hinn eins og raccoon á meth og ég var bara oh my god, Karen, þetta er eins og við erum svona
Veist, og ég stundum með spurt hana bara, veist alveg hvernig vélinn virkar, þú veist, svona öll jöfnu ámar alveg að setja diskana niður í að því ég pínu anal þarna og svo náttúrulega þegar ég gríp sjálf með það sem ég að googla hvernig það var að raða rétt í þvottavél Ég ætla hún að sprakkur hlátur að því að ég hef svo oft sagt til börnum mín bara hvernig hægt að í alvörunni raða vitlist upp þetta vel mér finnst þetta eitthvað svo bara með eitthvað svo mikið sens maður sér bara stáradiskar hér skólar hér, nei, það er bara allt bara, en svo hef ég prófað því að ég er mest gaman að gera svona tilraunir alveg og þannig ég hef prófað bara þegar konu mín raðir vélina og það eru bara djúpar skálar í efri og glös í neðri og nýfapurun snúa bæði upp og niður og ég er bara eitthvað hvað þetta er klikkað eitthvað þannig, en ég var alveg svona prófað bara ég ætla bara að sjá veist, mundi hún án mín geta þvegið almennilega kemur í ljós, já svar er bara já veist, þannig að nú er ég eitthvað svona stundum er bara illa að sleppa tökunum bara já, þú veist, maður er svo fyndin eitthvað því maður heldur alltaf bara, það sé bara rétta leiðin og allir hinur eru að gera rönguleiðin eða eru ekki gera eins og við og það er náttúrulega svona einhvern veginn bjútið í lífinu þegar maður fattar og byrjar að finna taktin sinn það er bara hver og einn gerir bara með sín nefi og það er bara geggjað og það er ekki neitt hræðilegt lífið er bara við vitum ekkert, við vitum það ekki í rauninu fyrir við líkjum á dánabeðinu var þetta geggjað eða ekki við munum aldrei vita En húmor, hvaða hlutverki gegnir húmor í lífinu þínu? Vá, lífið er bara svo skemmtilegt sko. Ég held ég hafi alltaf ég fer hátt upp og svo fór ég langt niður ég fer svona aðeins styttra niður núna ég fer ekki í manjur eða eitthvað svoleiðis og ég er ekki greind með eitthvað svona bipolar eða neitt þannig sko. En það hefur alltaf verið einhvern veginn mjög stutt í hláturinn hjá mér og mér hefur oftast hefur mér enda fundið fólk bara vera fyndið sko. Þú veist, mér finnst við sem manneskjur bara rosalega fyndið við erum svo fyndin og ég man alveg eftir því ég var yngri þá var ég kannski er þetta eitthvað svona rófshegðun eða eitthvað, ég veit það ekki en man alveg ég var yngri og að vera svona fylgjast með bara þegar stelpunum voru að byrja eitthvað heita öðrum nöfnum kannski byrja aðeins að mála sig byrja að klæða þess upp, þá var ég alveg hvað er að gerast? Akkur eru þið að gera þetta? Mér fannst þetta alveg mjög skrítið lengi og já, svo finnst mér þetta bara svolítið skemmtilegt og auðvitað ég var alveg þurft að fímpúsa hvernig ég kemur svo frá mér og svona því að ég var alveg stuðamarka í gegnum tíðina svona svolítið beinskitt að vera bara, vá, ekki fyndið hvernig konur bara mála sig veist, og það er bara einhverjar konur málaðar og það er alveg, hvað er svona fyndið við það og ég er eitthvað ég veit ekki, er það ekki fyndið það? Nei, ekki fyndið þannig ég alveg þurft að kannski að læra þú veist, hvenær maður segir eitthvað og hvenær ekki og finna svona taktin í því öllu en ég veit ekki ég hef alltaf verið einhvern veginn frekar svona fljót að sjá tækifærin, þú veist, ég lenda á vegg þá er ég oft bara svolítið spennt fyrir bara, já, byrju, ok, ég held ég væri bara að fara þessa leið, svo er ég bara ekki þá er ég bara svolítið spennt að vita hvað er handan með hóttnið, hvert er ég að fara og þegar ég var að vinna á Gallup og þar fór ég og tók svona vottaðar styrkleika þjálfari frá Gallup og var að taka fólk í styrkleika mött og spjalla mikið það og þar er einn styrkleiki sem er sko positivity og hann er bara í topp 5 hjá mér eðlilega og þar er með aðstæða svo góð lýsing það var svona, þú veist, sjá tækifærin þú veist, þegar aðrir sjá einhvern veginn vandamál og maður er svolítið fljótur svona, þú veist, að bara þú veist, maður bara pomsa niður og þá bara maður svolítið fljótur bara, herðu, þá getum við bara í staðinn og ég kem alveg úr fjölskyldu þar sem við hlæjum alveg freka mikið og við erum að djóka og stundum svona kannski að kostna hvers annars og þú veist, auðvitað er maður bara í gegnum lífið, bara, ég veit það ekki já, en mér finnst við vera rosa fyndin bara fólk og mér finnst svo fyndi hvernig við tökum svo mörgu sem sjálfgefni og eins og núna, bara í gær þá er konu mín var að fara út eitthvað og hún er að mála sig og litla dóttir mín sem er bara að vera 30 ára, hún er bara, hvað er þetta að gera? Og ég horfði á konu mín og ég bara, hvað er þetta að gera? Að ég mála mig ekki og ég var alveg pínu og ég alveg sagði við konu mín á ensku bara, þú mátt ekki segja og sért að gera þig sæta sko, það er bannað
þú veist, að því að þá heldur hún að hún sé ekki nú sætt og þú veist, maður vil náttúrulega ekki skemma hana og allt þetta og rosa meðvituð það er alveg pínu trikki. Þannig að konum mín var alveg, já, einmitt, hvað er ég að gera? Þú veist, mamma er bara að mála sig. Já, hvað er að mála þig? Bara hætt að spyrja þessu spurningar, skilur, bara næstu því. Það er bara, stundum áður en mamma fer út, þá er hún að mála sig. Þú veist, og alveg svona, hvað á maður að segja? Þú veist, bara, okkur gerum við alls konar. Og líka því ég er náttúrulega, þú veist, ég er pínu, ég er lessa, þannig að þá er ég líka svona, ég var 31 ást þegar ég kom út í skápnum, ég var ekki aldrei inn í skáp, ég bara 31 ást, ég fatta bara, já, ég er bara lessa eitthvað og þá fann ég sko að fólk vissi ekki lengur bara hvaða væntingar eru við með til lessur, þú veist, langar lessum að eignast börn og fyrir bara kortir áður, þá var bara þegar fólk held ég væri streit og ég held það líka, þá var bara að vera að máta börn á mig, ætla ekki fara að eignast börn og ætla ekki að finna það mann og ég var bara eitthvað, ég er ekki svo bara kemur til skápnum og þá er bara eitthvað, jeps, yes sirree, við veitum ekkert hvað væntingar við höfum gerð til þín, sko. Mist svona rosalega skemmtilegt, sko. Bara hvað lætur okkur teka? Okkur gerum við það sem við erum að gera og það er svona pínu, mér finnst bara, já, við erum bara svo fyndin. Börn eru náttúrulega ógeðslega fyndin. Ég var bara litli frændi minn sem er núna úlingur þegar hann var lítill, ég var ofta að segja hann, það er svo mikið steik og einn daginn segja hann, okkur er alltaf að segja þessi steik og það er alveg, fyrirgeðu, ég hef ekki verið að segja svona við þig. En þú ert smá svona heimspekingur í þér. Spáðu illa, svona. Já, kannski er bara því, þú veist, að því ég er sjálf eitthvað svona, veitu, hvernig vissu allir að maður ætti að raka líkamshárin á sér? Hvernig vissu stelpur þetta? Já, af hverju? Já, okkur erum við að gera þetta? Þetta er að fullta svona stöfi sem bara fór bara alveg fram hjá mér og bara, þú veist, og þegar stelpur og strákar byrjaði svona að hafa áhuga á hvort öðru, ég var bara eitthvað, okkur eru þið alltaf að gera svona? Hvaðan kemur þetta? Þess að segja þetta í svona pínu rófshegðun einhvern veginn, þú veist, vera bara eitthvað, ég er alltaf með notebook, bara mannlegt atferðli. Fólk er að horfa í augun og hlæja. Þessi er að láta hinn hlæja. Það er að láta hvort öðru líða vel. Það er það sem þau eru að gera. Það er náttúrulega mjög komist, er það ekki? Er þetta ekki komist? Mér finnst þetta sjúklega að fyndi. Það er bara það sem þú sagðir áðan. Við tökum öllu sem sjálfsögðu af því að við erum bara svo vön. Þetta er bara... Já, finnst þetta að vera bara við bara gerum þessa hluti. Við má bara, þú veist, og mér svo fyndi líka inn á heimilinu mínu. Þú veist, ég og konum mín er bara saman næstu í 10 ár og þegar við eignumst hérna dóttur okkar, þá er kona mín bara, já, nú á með barn og þá bara borðum maður klukkan 6 og ég bara, það? Hver ákvað það? Megum við ekki bara ákveða hvernig við borðum? Þú veist, og fyrir hana, hún er pínur svona, nei, það maður bara, allt barnafólk borðar klukkan 6 og ég er alveg, það? Ertu alveg búin að gera eitthvað rannsókn það? Þannig að, þú veist, ég geti rétt ímynda eitthvað og svolítið örgulega erfitt að vera í pari um mig. Alltaf eitthvað. Ég veit alltaf að spyrja. Já, eitthvað, á maður að gera það? Já, maður hittist á, þú veist, að ég var bara, ef ekki vera bara, við erum bara 3 litla fjölskyldan í jólunum. Bara, já, gangi vel með það, skilur. Fjölskyldur okkar taka það ekki. Við taka það ekki í mál og ég er alveg, okkur skiptir ykkur meiri máli að vera saman að því að það er 24. des frekar en bara 21. des. Skiptir það ykkur máli? Penetli skiptir það bara rosalega miklu máli. Og við sláum með nýtt ár eins og það sé bara eitthvað, nú er allt að fara að breytast. Það kemur bara svo annar dagur. Þú veist, og hann heitir bara 1. janúar. Já. Það er ekkert að, þú veist, já, ég get alveg, já. Tala mikið um þetta. Tala endalaust um þetta. En er eitthvað sem ég er að gleyma að spyrja, eða eitthvað sem þið langar að koma á framfæri, eða eitthvað sem við vitum, enginn veit um þig? Nei, eitthvað sem enginn veit um mig. Leyndir hæfileikar? Ég veit það ekki alveg. Ég veit náttúrulega allt um mig einhvern veginn. Nei, svo veit ég náttúrulega fullt ekki um mig, sko. Náttúrulega fullt það sem ég veit ekki neitt um, sko. Ég held að ég sé svona eins og hérna þegar það rann upp fyrir mig því ég var bara rúmlega 20 eitthvað, já, nei, það var eitthvað sem segja um mig, vinkurum við segja um mig. Mér svo aðdánavert hvernig þú veist ekkert svona, hvað sá hann, þú veist ekkert
svona viðkvæm fyrir því að þú sért að beygja stundum vitlaust og ég bara geri ég hvað? bara, og að ég beygja stundum orðin vitlaust og ég bara, er ég að gera það? Og hún bara, hvað vissir það ekki? Ég bara, já, ef ég vissi það, þá væri ég náttúrulega ekki að gera það. Þannig að minnst alveg, já, þannig að fullt stöfi sem maður ómeðvitaður en ætla sé ekki bara, þú veist, já, nei, það er ekkert sem að, ég er ekki, nei. Engin lokaorð. Lokaorð, minnst ég var búin að tala, sko, búin að segja fullt af Þú eitthvað komst hérna til þess. Já, þannig að kannski bara njóta lífsins og bara vera, þú veist, hvað skiptir máli í lífinu. Sérstaklega kannski á þessum tímum, mun eftir það er líka tími þar sem að það er kannski erfitt að vera, það er erfitt að eiga ekki í góðum sambandum, góðum tengslu við fólki sitt á þessum tíma. Að það er svo mikið lagt upp úr því. Mikil samvera eða svona. Já, rosa mikil samvera, rosa mikil lagt upp úr, bara maður á að vera með fjölskyldunni, þetta er fjölskylduhátíð og alls konar, alltaf fullt af fólki sem að á bara ekki fjölskyldur sem það vill vera nálagt eða í kringum og og það má líka bara vera, þú veist, einn á aðfangadag, ef maður fílar það má alveg, þú veist, það er ekkert að því og maður má líka bara vera einn á gamlás og maður má bara, þú veist, kannski bara fá sér einhvern ekstra næs mat, maður þarf þess samt ekki einu sinni, þú veist, og kannski bara vera bara góð við okkur og mæta okkur í mildi, mæta okkur eins og við séum bara litlu börnin, skilur, sem að við mætum einhvern veginn með skilurslösi ást, maður hittir lítið barn út í bónus og það brosir timmans og sama hversu dimman dal maður í, sko, þá kviknar eitthvað pínu nist inn í hjartan á manni, sko, það er alveg þannig. Og eitt bros mitt, það bara skipt svo ótrúlega miklu máli. Nú bara tárast ég eftir. Að vera bara næs við hvort annað, þú veist, sína hvort öðru mildi, sína sjálfur sér mildi, vera næs við afgreiðslufólki, unga afgreiðslufólki sem er bara fullu núna í öllum matvöruverslunum og þú veist, bara algjörlega gera sitt besta, þú veist, bara það að hrósa þeim, bara takk fyrir gott viðmót, bara, þú veist, bara takk fyrir að vera hérna, bara stendur þið vel, bara, þú veist, vonandi áttu gott kvöld, þú veist, maður er alveg séð bara kviknar á fólki og líka maður fengið þannig sjálfur, maður þurfti kannski bara akkurat á því að halda. Akkurat. Það er að horfa hérna út gluggan og það er svo dimmt og samt bara klukkan, hvað er hún, 6? Einmitt, ég segi oft, sko, bros eitt getur dimmu í dagsljós breytt. Já, það er mjög fallegt. Og maður veit aldrei hvenær einhver þarf á því að halda, sko. Stundum veitum við ekki einu sinni sjálf að við þurftum á því að halda. Þannig að, þú veist, það er alltaf von, það er alltaf einhvern veginn. Það er alltaf einhverjana sem skiljum hann og jafnvel þó við skiljum ekki, þá bara, það er alltaf einhver sem er til að bara gefa manni rýmið. Þetta er fallegt. Takk fyrir að koma, Sóley, takk fyrir að vera svona einlæg og deila bara þinni visku með okkur og takk fyrir að bjóða mér og lefa mér að deila og við erum bara að tala svolítið lengi það er bara gaman en ég mitt sko kannski enda því að ég tek heldur ekki því sem sjálfsögðan hlut og ég er ótrúlega þakklátt fyrir ykkur sem að vilja koma til mín og mér finnst svo magnað það segja bara allir já. Er það ekki? Þetta verður svo þetta er maður pínu upp með sér maður er alveg, viltu tala um mig? Já, ég get hlýðra öllu til þess að komast til þinn maður er alveg svona pínu upp með sér, sko. Nei, það var saman en bara takk kærlega fyrir spjall sömuleiðis, takk fyrir að hlusta. Mér langar að lokum að hvetja ykkur sem er á Instagram að henda í eitt follow á Heilsuerla